Jæja, góða kvöldið held ég maður að segja núna. Atli Geir heiti ég, sviðsstjóri skipulags- og umhverfisins á Grindavíkurbæ og langar bara að bjóða ykkur velkomin á þennan íbúafund innleiðingu á nýju flokkunarkerfi hér á Suðurnesjum og líka bjóða þá velkomna sem eru heima í streymi. Það eru allir heima mjög peppaðir fyrir þessu. Ég ætla svo sem ekki að hafa hennar langa tölu hér. Hér eru við komin, hérna Anna Karin Sigurjónsdóttir og Davor Lukic, Anna Karin frá Reykjanesbæ og Davor frá Kölku til að leiða okkur í gegnum þetta, hvernig þessi innleiðing á sér stað og ég ætla bara að gefa þeim orðið. Ja, kannski eitt fyrst. Það er í boði fyrir þá sem eru heima að það var hægt að bæði kommenta vantarlega undir eitthvað á Facebook og senda okkur tölvupóst á grindavík@grindavík.is vantarlega best og senda spurningar og þeim verður svarað svona á næstu dögum. Við munum ekki til að bera þær upp hér, heldur munum við bara svara þeim og koma því áleiðis í gegnum heimasíðuna. Það er spurningar sem fólki hefur. Annars ætla ég bara að bjóða Önnu Karin og Davor velkomin. Ja. Takk kærlega fyrir og við viljum bara bjóða ykkur hjartanlega velkomin á þennan fund og sýna þessu verkefni áhuga. Eins og allir kom inn á þá erum við að fara að koma með nýjar tunnur á heimili og það er breytt flokkun og allt tengist þetta ákvæðum lög hringrásarhagkerfið. Og það skiptir bara ofboðslega miklu máli að við sem íbúar á þessari jörð förum að færa okkur úr þessu línulega hagkerfi sem við höfum lifað í núna í ansi langan tíma og förum að færa okkur yfir í hringrásarhagkerfið þar sem að vörurnar eru bara betur nýttar og þær eru endurnotaðar, þannig að við förum að draga úr sóun og þessari ótrúlega miklu neyslu sem á sér stað bara út allt. Þetta er bara eitt stærsta loftslagsverkefni síðari ára og við höfum öll orðið vör við væntanlega þessar loftslagsbreytingar sem eru farnar að eiga sér stað. Það er oft talað hamfara hlýnun en þetta í rauninni bara öfgar í allar áttir. Það er rosalega heitt á sumum stöðum á meðan það er ofsalega kalt annars staðar. Það eru miklar úrkomur, það eru miklir þurrkar og allt þetta hafa ofboðslega mikil áhrif á bara lífríki og okkur mennina líka. Það sem er kannski stærsta verkefni hjá okkur í rauninni bara upp í kollinum á okkur því að þetta er svona hugarfarsbreyting og við þurfum bara að vera tilbúin til þess að taka þátt og breytast með umhverfinu og kerfinu sem að er að stýra þessu. Í eðli okkar erum við bara í hinu mannlega eðli þá erum við bara frekar hrædd við breytingar og okkur líkar það ekkert rosalega vel. Þannig að mér langar svolítið bara til þess að fá ykkur til þess að vera pínu eins og David Bowie með okkur í þessari vegferð. Þetta er maður sem að breyttist bara rosalega oft og hann hafði rosa gaman að því og bara gerði hluti til þess að ögra stöðuleikanum í rauninni og var stöðugt að horfa til þess að breytast og bæta sig. Við getum í rauninni bara svolítið sagt það að hinn nýi stöðuleiki eru breytingar. Við getum ekki staðið bara á staðina og hort í baksýnisspegilinn og hort á hvernig við erum búin að vera að gera hlutina, heldur þurfum við svolítið að horfa fram á við og bara hvernig við getum gert betur. En að kannski fundarefninu, hvað erum við að fara að gera? Það er samræming allt land sem hefur bara verið ótrúlega mikið ákall allt land því að við erum með ofboðslega mörg flokkunarkerfi í dag og ég hef margoft heyrt af því að fólk hafi ferðast eitthvað og það fór panikaði bara þegar það ætlaði að fara að henda ruslinu af því að vissi ekkert hvað átt að gera og það kom bara aftur heim í ruslið. Af því það kann að flokka heima á sér en hvergi annars staðar. En núna á að gera bætur á því, þannig að það verði eins flokkun allt land, samræmda merkingar og við getum öll farið að gera þetta eins. Nýju flokkarnir eru þessi fjórir, þar sem að við erum í rauninni að fara að aðskilja pappírinn og pappan frá plastinu í sykkur og tunnuna og svo verður blandaður úrgangur áfram og það bætast síðan við matarleifarnar. Önnur breyting sem verður hér á Suðurnesjum er að málmumbúðir þær mega ekki lengur fara í endurvinnslutunnur, heldur fara þær á grenndarstöðvar. Við
létum útbúa bækling með svona helstu upplýsingum þetta sem í dreifingu og mér skilst að sé búið að klára dreifingu hér. Þannig að það vonandi allir búin að fá svona bækling hérna inn lúguna hjá sér. Þannig örstuttur texti á ensku og pólsku verkefnið ásamt svona QR-kóða sem hægt að skanna til þess að fara beint inn á enska síðu og annars vegar og pólska síðu hins vegar. Því að við erum bara með ofboðslega fjölbreyttan hóp af fólki á okkar svæði